Ég sé þær ekki. Komin hljóð. Sælir við slöstu við þennan 35. fund íbúðarráðsins í Háveitarbústaðahverfi. Ég held að við bara vindum okkur strax í fyrsta dagskrárlið. Ragnar Harðarson, arkitekt og deildarstjóri hjá Hverfisskipulagi Reykjavíkur. Hversu skipulagssvið, bara kynna fyrir okkur svona stöðuna í hverfisskipulagsvinnunni fyrir hverfi. Hversu vel? Nei, setur þetta bara á fullscreen. Já, við fórum að setja. Ég ætla sem sagt að fara við bara hverfisskipulagið í Háveitarbústöðum og fara ekki stöðuna. Þetta er svolítið flipstriðjum, skilur nokkuð þetta nýtt ráð, það ekki? Já, kannski ef ég slöð aðeins inn, mitt okkur fannst bara mjög kærkomið að fá þið hérna að kynna, af því að hér er nýtt ráð, svona að setja sig inn í málefnum hverfisins, og þetta er fólk sem hefur verið í ráðin áður, og þetta er margir sem hafa búið hérna lengi og þekkja allt mjög vel, en Hverfisskipulagið vakti mikla athygli fyrir árið síðan, miklar umræður í hverfinu, skipta skoðanir svo sem, en ég held að það sé bara mjög gott að fá að vita eitthvað staðar fyrir ráði, og svo er þetta svona við á tánum þegar við kemum kannski fullum krafti aftur til umræðu. Já. Því að við byrjum bara að æfara að finna og svo tökum við svona umræður í. Já, ég held að vera langbæst í rendi getur þetta marga klæru. Ég ætla að reyna að fara svolítið hratt yfir þetta. Má ég koma með örstök ábendingu? Fyrirgefið. Má ég koma með örstök ábendingu? Við sjáum þetta í presenter view hérna. Það er betra. Skipta milli kyn. Já. Kækjað. Ok. Ég ætla semst að tala hverfisskipulag með svona útgangspunktin í borgarhlutanum Háveitarbústaði, og við erum að reyna að gera góð hverfi betri, og það er margt mjög fínt í Háveitarbústaða borgarhlutanum, en sem sagt fyrir þá sem ekki þekkja þetta, þá er hverfisskipulag deiliskipulag fyrir gróin hverfi, það er að segja fullbyggð hverfi sem eru þá orðin misgömul. Við erum að reyna að styrkja eldri hverfi. Borgin er náttúrulega alltaf að þróast, það verið að færa áfram óskir íbúum breytingar, aðallega þá fasteignaeigendur. Það verið að innleiða stefnu vistvæna borg og hverfi sem kemur þá úr aðalskipulaginu. Það verið að bæta sem sagt innviði og endurreisa hverfiskjarna, þetta á við á mörgum stöðum, þeir hafa bara dáið, eins og til dæmis í Breiðholti og Árbæ, og síðan er verið að fjölga íbúðum og íbúum á vissum stöðum til þess að jafna svona aldursdreifingu, vegna þess að hverfin eldast mishratt og svona aðstæður breytast. Það eru fleiri atriði sem við erum að horfa á, en það er svona 10 borgarhlutar í Reykjavík, 30 hverfi og öll eiga að fá sér hverfisskipulag. Það eru sem 6 hverfi í Árbæ og Breiðholti komið hverfisskipulag. Við erum sem sagt að ganga frá hverfisskipulagi í Skíðunum, bara núna í vor, það eru bara með yfir páska, og strax þar á eftir er verið að ganga frá Háveitarbústöðum, og svo eftir þetta svona áfram, og við erum að gera ráð fyrir því að klára þetta 2026. Samráðið er mjög mikilvægt, og það byggist á lýðræðisstefnu Reykjavíkur sem gengur út á þessi 4 atriði, segi ég, það er sem sagt að hlusta, það er að rýna á það sem er þarna í hverfinu og aðstæðunum, gera breytingar og síðan að miðla. Við byrgjum í þessu samráðu með svona nokkurn veginn autt blað, við tökum alltaf með okkur aðalskipulagið, það eru ýmsar forsendur á staðnum, en í þessu samráði byrjum við með eitt blað og við vonum þess að enda með fullmóta skipulag. Við notum margar aðferðir í þessu samráði til þess að gefa sem flestum tækifæri á því að
að tjá sig. Hér eru myndir meðal annars af íbúafundum í Réttarholtsskóla. Við fórum í hverfisgöngur. Það er verið að búa til módel, það er verið að safna hugmyndum. Þetta er myndar úr Laugardal, þetta neðsta sem við vorum í síðasta vor. Sem sagt samráðið við skiptum því í annars vegar svona vinnufasa sem við köllum 6 vinnufasa, en samráðinu skiptum í 3 fasa. Það er að segja, það er einhvers konar upphaf, þar sem við segjum við byrjum með eitt blað, síðan kynnum við vinnutillögur og svo eru það þá lokatillögurnar í endan. Og við erum sem sagt í Háaleiti bústöðum og hlýðum á þeim stað. Ég ætla aðeins að fara yfir þessar vinnutillögur sem við kynntum á sínum tíma, bara sem þetta er yfir það við. Sem sagt, við kynntum hérna 2021 og 2022 vinnutillögur og komum með ýmsar hugmyndir. Þetta er svona bara lauslegt yfirlit yfir það sem var gert. Það voru haldið 3, eða ég mætti allavega 3 íbúafundi. Áhuginn var gríðarlega mikill hérna. Það er nú svona óvenjulegt. Við fórum í 3 hverfisgöngur. Það voru frestist til athugasemdum vegna óska voru framlengdir og síðan hélt þetta áfram. Ef ég bara aðeins svona að rifja þetta upp, það voru alls konar hugmyndir lagðar fram. Það var nokkrar stórar hugmyndir. Það var til dæmis það að þetta byggði Miklubraut þegar Miklubrautin væri komin í annaðhvort göng eða stokk. Voru sýndar svona hugmyndir. Nú er þetta mál eiginlega bara á veg- og vegagerðarinnar sem er að vinna þetta. Þetta mæltist bara mjög misjafnlega fyrir, sem kom mér svolítið á óvart. Svo voru, hérna það er mjög mikið pláss þarna við Miklubrautina, 115 metrar á þessu svokallaða veghelgunarsvæði. Hérna við Bústaðaveg, það voru hugmyndir þar. Það eru 3 götur sem liggja hlið við hlið og það er gamli bústaðurinn, nýi bústaðurinn og svo þessi lönd þarna fyrir neðan. Og við sýndum hérna hugmyndir það að mikið kallaði eftir auknu umferðaröryggi við Bústaðaveg og þá er til dæmis ein leið sú og það var þessi hugmynd sem kom hérna fram. Það er að byggja að götunni, breyta þessu í svokallaða borgargötu, það hægir á umferðinni, síðan að búa til svona hverfistorg hérna sem tengist á Grímsbæ sem er svona einn af fáum svona þokkalega fungerandi hverfiskörnum í þessum hverfum, við Breiðholt Árbæ. Hér er leikskóli í dag sem er orðinn lítill og okkar. Þetta er þessi Myklæjón, svo mörgu húsnæði hérna, þannig að það var hugmyndin að kannski hefur hægt að nota það sem svona félagsrými og búa til eitthvað mjög skemmtilegt. Þetta mæltist mjög misjafnlega fyrir. Það hefur verið að sýna hérna hvernig þessi byggð svona er í takt við það sem er fyrir, lágreist, 2 hæðir, þetta að leysa bílastæðamálin, þetta var mikið rætt. Við vorum þarna með hugmyndir að gera úr hitaveitustoppum, svona sem menningarminjum, tengja við þá, það er myndir þarna svona áningarstöðum. Það var inn í þessum hugmyndum sundlaug í Fossvogsdal. Hún er í rauninni komin í ákveðið ferli. Samkeppnin er ekki komin á stað, það nokkuð? Þetta var svona samstarfsverkefni milli Reykjavíkur og Kópavogs og svo voru hugmyndunum til dæmis sem að í staðinn fyrir að reyna að stækka þessi grænu svæði, þarna hefði verið hægt að setja lok yfir Kringlumýrarbrautina og stækka grænu svæði og tengja betur á milli. Við vorum með sýningu í Austurveri, vorum þar í heila viku. Mér fannst þetta mjög skemmtilegt. Starfsfólki mínu fannst þetta svolítið erfitt. Það voru þarna svona mjög áhugasamir íbúar sem mikla þörf fyrir að tjá sig.
við fórum þarna í nokkra hverfisgöngur þar sem við vorum svona að kynna málin og ræða saman. Svona á Sólveig og Önnu, svona gjallarhorn. Það voru 3 fundir þar sem málin voru rædd. Það var síðasti íbúafundurinn var þarna 8. desember. Þetta voru bara mun meiri svona, mun meiri að gera þarna á mörgum öðrum stöðum. Þátttakan í þessu var svo að heimasíðan okkar var heimsótt 8.810 sinnum. Það voru skráðir 505 mann sem mætti í þessa viðveru sem við vorum í Austurveri. Í þessa hverfisgöngur þá komu 120 manns og á þessa íbúafundi 3 þá mættu 90 manns á fund borgarstjórans. Svo voru við þarna með sérstakann svona umræðufund, það komu 200 manns á hann og svo voru íbúasamtökin sem voru með sérstakann fund. Þannig að allir þeir sem höfðu áhuga á því. Ég ætla að leiða þetta að því að við erum þarna. Það eru 90 þátttakendur, þeir voru miklu fleiri. Þeir voru á 100 þess að fólk fylgist upp í streyminu. Við höfum það aldrei. Við töfum. Ok. Það voru örugglega miklu fleiri á þessum íbúafundi borgarstjóra sem var líka í... Það getur verið, ég ekki samkjöfum það. Ég bara segja að þetta rangt varandi við Þetta rétt tala við þá sem voru á fundinum. En við vorum ekki að telja hina, en tökum þetta á eftir. Það var athugasemdafrestur sem var sem sagt frá 14. október til 7. janúar. Það komu mest af athugasemdum við Bústaðaveginn og við vorum með einhver Gallup til að gera könnun þetta. Þær niðurstöður voru bara gerðar opinberar. Og niðurstaðan var síðan rædd á fundi skipulags- og samgönguráðs sem heitir í dag umhverfis- og skipulagsráð 12. janúar og samkvæmt umfjöllun í fjölmiðlum þá voru þessar fundir lagðar til hliðar. Þetta er staðan á þessu. En nú ætla ég aðeins að fara yfir það sem við erum að gera við þeim sem unnið úr þessum hugmyndum. Þetta eru uppdrættirnir fyrir hverfin, svo sem ekki búið mikið þá að segja. Gefum út svona uppdrætti fyrir hverfisskipulaginn. Það verið að huga að svona hverfisvernd á ákveðnum svæðum í hverfinu. Það að segja að það er ákveðnar svona skipulagseiningar sem eru svona við viljum gjarnan passa upp á. Þetta erum við að vinna með borgarsögusafni. Það verða settir skilmálar þannig að fasteignaeigendur geti það sem það passar byggt við og breytt húsnæði. Við höfum verið að setja skilmála það að það megi byggja hæð ofan á fjölbýlishús sem án lyftu til þess að bæta aðgengi og þetta er þá heimild sem húsfélagið fær. Og þá hægt að nota til að bæta aðgengi með því að setja lyftu og selja þá íbúðir í þessu og nota til þess að bæta viðkomandi fjölbýlishús. Það svona verið að tala Fjölbrautaskólann, hann vill gjarnan gera eitthvað þarna á þessu svæði hér. Þetta er nú Múlaborg sem stendur í ekki á sérstakri lóð en svo borgarland þannig að tengja þessa lóð þeirra betur saman. Þeir virðast ekki hafa neina sérstakar þarfir til þess að stækka. Nú er stefna svo að það verður allur fókusinn á verknámsskóla, þannig það er ekkert ólíklegt að húsnæði bóknám verði of mikið af því. Þannig að það er ekki byggingarþarfir við Ármúlaskóla. Við setjum ekki inn neina sérstakar hugmyndir Bústaðaveginn út af þessum mótmælum. Þó er hugmyndin að Grímsbar geti bætt við. En það er ekki komin neinn niðurstaða í það. Það verður allavega ekki hafa fallið frá þessum hugmyndum á sínum tíma.
En svona bara til að segja ykkur það, þá þetta þannig að lykilhugtökin í hverfiskipulagi, það tvö svona, við getum sagt að það annars það sem við köllum skilmála. Það eru settir 40 skilmálar sem flokkast eftir 7 svona lykilstoðum vistvænnar byggðar og hver svona, og svo hverfinu skipt upp í svona einingar. Hér til dæmis eining með svona þríbýlishúsum. Þau fá sérstakar skilmála, það samfélagið, þetta fjölgun íbúða, það mannvirkin, hugsanlega viðbyggingar, gæði byggðar lóðamörk og borgarbúskapur og fleiri þættir, hljóðvist, orka og auðlindir, það sérstaklega mikið svona sorpmál og fleiri vistkerfi og minna, það verndarákvæði, samgöngur, það koma bílastæðin inn. Svo náttúruváin sem nú ekki voðalega mikið hér hjá okkur. En sem sagt, það verður þá heimilt á vissum svæðum að fjölga íbúðum og þá sérstaklega í gegnum þessum köllum auka íbúðir, þar sem aðstæður leyfa. Þetta hafa verið þá aðalega að horfa á stærri svona sérbýlishús sem eru þá kannski 2 manneskjur eftir í þessu húsi en það verður þá heimilt, erum með það í Breiðholtinu, að það er að taka 1/3 af húsum til sérstaka aukaíbúð sem þó ekki verður þá vera sama fastanúmeri en má ekki selja frá en þá hægt að nýta annaðhvort fyrir unga fólkið eða á eldri. Það verður svona búa til sveigjanleiki í það. Hér eru svona skilmálar viðbótar byggingarheimildir, aðra byggingar og lóð, það er rosalega mikið farið að byggja alls konar skúra á lóðunum sem fólk að kaupa ýmist í húsasmiðjunni eða Bauhaus eða Byggho. Og við viljum svona gjarnan hafa einhverja stjórn á þessu, fjallað það. Þetta tekur líka á sorpskýlum. Það verið að taka lóðamörk, hvað má gera á lóðamörkum, trjágróður og ýmislegt sem getur valdið vandamálum, útfærslu lóðanna. Það fjallað almenningsrými, borgarbúskap til að nefna eitthvað og síðan þessi sorpmál og sjálfsögðu blágrænar ofanslausnir. Svona bara til þess að fara yfir þessi helstu atriði. Við erum sem sagt að fylgja hverfiskipulaginu 14 leiðbeiningar, það verða að framleiða fleiri svona leiðbeiningar sem taka á ýmsum þáttum, svona mikið að þessu fjallar fasteignir en líka lóðir, almenningsrými og slík atriði. Þetta eru sem sagt afurðirnar sem við ætlum þá að kynna núna í vor eða sumar eða haust, svona eftir í hvernig gengur að ganga frá þessu, en það koma sem sagt út úr afurðirnar í borgarhluta 5 verða 4 hverfiskipulag, það er þá fyrir Múlana, það er fyrir Kringluna, það er fyrir Bústaði og síðan fyrir Fossvoginn. Það fylgja þessu leiðbeiningar, það fylgja þessu gögn sem eru þá húsakannanir og fornleifaskráning. Það er skýrsla samráðið hvað átt sér stað og svo verður þetta aðgengilegt allt saman á netinu. Við erum sem sagt með svona kynningar áætlun á þessum tillögum. Vefurinn okkar verður uppfærður með þessum lokatillögum. Það verður sendt svona dreifidrifið hús til að vekja athygli. Það verður væntanlega íbúafundur í Réttarholtsskóla með borgarstjóra til að kynna tillögurnar. Það verður sýning. Það er erfitt sýningarhúsnæði hérna. Það er hugsanlega hægt að vera einhvern tíma með þetta upp í Austurvegi. En síðan undum við í við getum ekki staðið þar í 6 vikur þess fólk, en það verður síðan hægt að vera með sýningunni í Borgartúni þar sem það verður hægt að svara fyrirspurnum. Við munum vekja athygli á þessari kynningu á vefnum okkar og borgarinnar. Ég ætlaði svona að ljúka þessu með svona 3 spurningum, hvernig þetta
hverfiskipulag gagnast fasteignaeigendum, hvort að samráðið sé raunverulegt og það sé hlustað, þetta fáum við mjög iðulega þessar spurningar og hvort að við getum sem sagt gert hverfin betri með nýju hverfiskipulagi. Að sjá, núna. Sem sagt fasteignaeigendur fá heilmiklar heimildir. En fasteignaeigendur náttúrulega fjölbreyttur hópur, þetta eru alls konar íbúðareigendur, þetta eru sem búa í einu húsnæði, þetta geta verið atvinnurekendur líka, þetta eru líka skólarnir, leikskólarnir og ríkið og þeir fá líka heimildir og þessar heimildir eru verðmætar og geta sem snýst þetta fasteignaeigendur þá til þess að bæta og laga sitt húsnæði. Þannig að þetta er gagnlegt og við sjáum það til dæmis á Árbæjum Breiðholti að fasteignaeigendur eru að nýta sér þetta. Varðandi samráðið, tók ég hérna nokkrar myndir úr þessu samráði sem við áttum. Markmiðið með samráðinu er eins og stendur þarna að gefa öllum tækifæri til að tjá sig og þeir sem það vilja. Við notum fjölbreyttar aðferðir. Það eru dæmi hugmyndir eins og Bústaðaveginn sem var þá dregin tilbaka og þannig að við segjum við hlustum. Og síðan svona í lokin þá er hverfiskipulaginu fjölþættar svona aðgerðir. Það er verið að reyna að styrkja þjónustuna og bæta hana. Það er ekki síst þetta með hávaða og loftmengun. Það fylgja sem sagt skilmálar það hvar á að taka á hávaða og loftmengun og svo er þessi almenningsrými. Þannig að ég segi bara takk fyrir. Takk hérlega fyrir þessi yfirferð, Ævar. Ég held að ég ætla ekki að sjálfa nokkuð vel og ég ekki að spurningar að þeim stöttu en hérna þetta fyrir salnum. Þessi fyrstur hendi og lofti hérna Það á handritinu. Friðjón, gjörðu svo vel. Þetta var ekki einhverjum vilja tjepsi það? Stúdía? Ég ætla að unmjóta mig. Það var eftir. Takk fyrir þessa kynningu, hún er mjög áhugaverð. Tvær spurningar sem ég er að velta fyrir mér og nú man ég er uppalinn Fossvogsbúi og ef ég man rétt að þá voru lóðamörk svona frekar óhefðbundin niðri í Fossvogi. Hvernig virka þessar hugmyndir viðbætur og viðbyggingar og það sérstaklega, mér minnir að botlangarnir hafi verið raðhúsin sem erfiðar að byggja við, en þar var allt bara ein lóð næstu í gatan og botlangarnir niðri í einbýlishúsunum hafa verið ein lóð. Hvernig virkar það? Og síðan í öðru lagi, þá er það þannig í reglum borgarinnar allavega fyrir okkur sem að flúðum hverfið og enduðum fyrir Vestan Læk, að viðbyggingar, bílageymslur, vinnustofur sem eru út á lóðinni verða að vera úr steypu. Sem að mér finnst mjög sérstök regla í ljósi þess að þú getur þurft að byggja steypta vinnustofu við timburhús. Gildir þessi regla fyrir viðbyggingar og nýjar byggingar á lóðum í hverfinu eða eða eru aðrar reglur sem að gilda fyrir þetta nýja hverfisskipulag? Má við taka þetta bara strax? Já. Þessi lóðarmarkarmál í Fossvogi mjög sérstök og þau eru eiginlega, ég segi nú ekki alveg einstök í borginni en nánast. Og þetta eiginlega til mikilla vandræða og ég er búinn að ræða þetta nokkrum sinnum við meira og minna allt liðið. Það eru þarna göngustígar
sem eru notaðar almenningi sem eru inn á lóðum, það eru hlutar af götum, það eru nokkur, sko, það eru mörg fjölbýlishús inn á einni lóð. Þetta reyndar er svona í Árbæ, í Snáknum þarna upp eftir, en við hefðum gjarnan viljað setja inn heimildir fyrir að það mætti hugsa sér að gera breytingar á þessum lóðamörkum. Ég hef ekki alveg fengið það í gegn. Þannig það er en varðandi hitt málið, við setjum enga skilmála efnisnotkun. Með þessar viðbyggingar, þú getur byggt þær úr timbri, steypu eða einhverjum öðrum efnum svo framalega sem það uppfylli byggingarreglugerðar og séu nothæf efni á Íslandi. Þannig að við erum ekkert ég veit ekki hvaðan þetta er komið, þetta er eitthvað gamalt. Já, þetta er bara ábendingar frá arkitekt sem er að vinna fyrir okkur hérna í að breyta bílskúr, að hann þurfi að halda áfram að vera steyptur. Þannig að það er það sem ég er að vísa til og er með skjáskot af einhverjum reglum sem arkitektin sendi okkur, sko. Þannig að þetta er bara okkar raunveruleiki, skiljum við. Já, en er það ekki að því hann er á lóðamörkum og það er þá einhvers konar brunaveggur, sko. Ég veit það ekki. Nei, þetta er bara eitthvað vísun í einhverju reglur, sko. En það er frábært að heyra að þetta sé ekki, þá er ekki að fara að brjóta reglur. Þannig. Já, ég hef eina spurningu. Ég var að velta fyrir mér þekkri kynninguna varðandi leikskólann þarna sem stendur á móti Grímsbæ. Já. Stendur til að halda ekki áfram að vera með leikskólastarfsemi á þeim reit? Já, sko, það er allavega í umræðunni. Við erum að láta vinna sérstakar skýrslur skóla, leikskóla og frístunda, húsnæði fyrir frístundastarf. Og erum að vinna þetta með skóla- og frístundasviði og það er síðustu fréttir sem ég hafði af þessum skóla að hann er mjög lítill, hann er á mjög lítilli lóð og þetta er ekki góð rekstrareyfing og svo er eitthvað vesinn í honum. Já, varðandi miklu. Já, svona innivistarvandamál heitir þetta. Það þarf að viðhalda. Það er í þessari típu af leikskólum sem er margar í borginni út allt land, sko. Þetta var byggt eftir móttöku frá menntamálaráðuneytinu. Það er alls konar vesinn í þessu. Það er mjög börnum í... Nei, ég veit það ekki náttúrulega. En þá kemur þetta greina náttúrulega stækkað annan vegna. Já, það er þarna, er ekki Jörfi þarna beint fyrir ofan? Jú. Það er búið að hanna, sko, hann leikskóla allavega það er samskonar típa leikskóla sem er á Laugardalnum og það er búið að hanna hann eða við þekkjahæða byggingu, sko. Það er mjög stór lóð þar, sko. Það er alltaf verið að koma til stækkunar eða Já, þessi líka þessi leikskóla, það var nú bara í Morgunútvarpinu, sko, þessi leikskóla er ekki með neina starfsmannaaðstöðu, sko. Það er það sem vantar ósvöldlega mikið við þessar leikskóla. Einn hérna við sem leikskóla ef það stæði til að stækka Jörfa, til dæmis, þá liggur beint við að bílaumferð margfald eða fjölga í samræmi við það. Hæðagarður er svona nokkurn veginn sprunginn og svo gatnamótin á Hæðagarði á Réttarósvegi og svo Hæðagarður á Grænsásvegi, það verður sprunginn þarna á álagstímum. Þannig að hafi velt verið einhverjum stöðum með hverfinu fyrir leikskóla. Það er vínagerði þarna fyrir neðan sem er reyndar einkareikni lengi. Það er mjög þrönglóð. Það er þrönglóð, já, en það er sko mögulega hægt að fjölga bílastæðum hinum megin við veginn eitthvað, hinum megin við Réttarósveginn. Nópláss þar. Já, sko það er sem sagt, við sem sagt setjum skilmála stækkun á eða mögulega, það verður að meta viðbyggingar möguleika á öllum þeim
lóðum sem eru fyrir og það er verið að leita alveg bara logandi ljósi að einhvern stöðum til þess að byggja leikskóla á. Þannig að það er hluti af þessari vinnu sem er í gangi núna, sko. Þannig ég vil ekki tjá mig einstaka skóla svona á þessu stígi, sko. Þetta bara á einhverju hugmyndastígi þá? Já, þetta á meira en á hugmyndastígi, þetta svona í spennandi reitur ýmislegt. Já. Ég vil nú segja eins og ég var mjög skotinn í þessari hugmynd með bústaði og myndist að til framtíðar, ég verð að hugsa þetta, en það er mín skoðun, sko, það er mín faglega skoðun, en hún pólitíkin tekur ákvörðun þetta, sko. Mér að vera að spyrja eins út í það, nú talar að sem búið að leggja bara til hliðar þessar hugmyndir bústaðinn. Það byrjast ég alveg með þessu fyrir ára síðan og var á þessum fundum og þegar þú segir leggja til hliðar, bara alveg búið að vera að endurskoða þær að einhverju leyti eða þetta bara svona það var bara lagt til hliðar? Þetta var bara lagt til hliðar og það er ekki í gangi en vinna hjá okkur að endurskoða þetta. Við höfum ekki fengið neinar orður það. Það er spurningar. Einhverja svona áherslanir þá fjölda íbúa eða fjölgun íbúa. Sko það er nú við höfum svolítið og það er meiri fjölgun skilur á þessum settingarreitum sem eru svolítið svona fyrir utan okkur. Við vorum að gefa tölum fyrir fjölgun íbúða í sambandi við svona auka íbúðir. Það er áttur á móti eitthvað sem kemur inn svo hægt, sko, að við höfum alveg hægt að gefa það út, sko. Þannig að þetta kemur meira inn á svona stærri reiti, sko. Það er ekki kalla á stærrileikskóla. Það er kannski einmitt bara svona stökkun aðeins inn, þannig að það svæði eins og við bústaðaveginn eins og við miklu, það voru svæði sem voru skipt sem þróunarsvæði sem voru svona hálfpartinn til hliðar við hverfiskipulagið. Þannig að uppbygging sem var eftir það við hverfiskipulagið og fjölgun íbúða. Svo eru innan okkar hverfis, þá eru kannski núlanir, kringlusvæði, uppbyggingarsvæði sem eru kannski svona massi sem maður kannski kallar á. Það gæti kallað á eitthvað öðruvísi. Það var náttúrulega borgarspítala reyndar sem borgin fekk spiltu af. Þannig að það hef ég var einhvern veginn verið að tala leikskóla þarna. Það er í plani, sko, það er þarna Fossvogsreitir með Fossvogsblettir sem eru þarna fyrir skógræktarsvæði. Það er borgin er búin að kaupa það og fara og setja upp, sko, þetta plan er svona ævintýra leikskóla, ævintýraborgir eins og það heitir. Og síðan er þarna á horninu við Borgarspítalann, það er verið að plana leikskóla. Já, Skeiðusvæði, hvernig horfum við á það? Er það eitthvað komið til tals? Það er sko það er í Laugardalnum, í hinum borgarhlutanum. Já, við teljum okkur allavega í íbúasamtökunum sem ég í, þá teljum við okkur allavega að einhvern var reyndi við Skeifunni. Já. Til er 108, húsnúmer er 108, sko. Það er, sko, við settum inn hugmyndir, vorum að ræða hverfiskipulag í Laugardalnum og það er það sem íbúar í Laugardalnum vilja helst tala sko. Þeir vilja ekki tala mikið annað en Skeifuna. En Skeifan er svo mikið vandræðasvæði, það er borgin á engar lóðir. Hún hefur í rauninni hún á ekki eins og í göturnar. Það er í rauninni lóðarhafarnir og fasteignaeigendur sem eiga þetta. Það er erfitt að eiga þetta. Þú þekkir þetta svolítið, sko. Skeifan er náttúrulega kannski líka dálítið svona eins og Múlanir. Þetta leita, þetta er dálítið svona þetta er ekki beint. Í hverfinu, fólk uppgjöfur ekki Múlanir, þetta er dálítið svona hliðar. Og það sé mikið uppbygging þar fram þetta. Skeifan er einhvern veginn svona sparstarfur mörgum tilliti. Þannig að ég held að við sem búum í þessu hverfi
til hans Laugardalinn líka, Vogarmýri, það er svona mitt og mitt. En ég er vissulega Skeifan er í Laugardalnum, þannig að íbúasamtökin með svo svona velkomna það. Það er allavega sko komið fram einhverjar hugmyndir fyrir nokkrum árum tengingu við Elliðaárdalinn í gegnum þá allavega meðfram smáibókarnum og yfir í Skeifu og þaðan í Laugardal. Hvernig sem hvað voru megin sem eignarhaldsmundi falla, þá er ljóst að uppbygging byrjuð þá. Er hún eitthvað í takt við, myndi hún taka mið af einhverjum af þessum tillögum eða þú veist þetta voru einhverjum tillögur svona hjólastíga áframhaldandi breiðan stíg? Þessar tillögur, þessar framkvæmdir sem eru á það núna, taka þær einhvern mið af því eða er það bara verður þetta enn svona eilandið? Munum við standa eftir 50 ára og horfa á Skeifuna aftur sem einhvern svona bastard milli hverfa sem allir vilja eiga en enginn á? Ég vona nú ekki, sko, en sem náttúrulega kannski með Skeifuna allan og svo ég er ekki rammaskipulag, það er búið að gera rammaskipulag fyrir Skeifuna. Það má vera svona rammi utan það svæði og þá hefur ekki, ég held að þú veist, hverfiskipulagið er náttúrulega horfitandi einangraði á hverfin, en það eru þetta fullt, að ég þekki hann líka bara hafa verið að vinna þarna í skipulaginu áður. Þá veit ég að það mikið að nota þær svona leiðbeiningar sem eru hverfiskipulaginu inn í mótum í að hverfa. En eina spurningu það sem ég velti fyrir mér í þessu sambandi er sko það er miklu styttra í Breiðingar sko heldur en nokkurn tímann Langholtsskóla eða Laugarnesskóla. Svipaði í Vogaskóla. Já, en hann er nú töluvert minni heldur en Breiðingarskóla til dæmis. Breiðingarskóla var stækkaður. Þannig ég velti fyrir að það er ennþá og þá er jafnvel töluvert styttra yfir í Breiðingarskóla heldur en Vogaskóla þannig. Það var mörgum stöðum í Skeifunni. En það er alveg ljóst þegar það verður einhver íbúa uppbygging þarna sem að manni sýnist að reyna. Það eru 90 íbúi þarna á toppinu á Grenshúsi og Suðurlandsbraut eins og staðan er. Og svo er IAVF að fara að byggja þarna hinum megin, annað eins. Og svo eru áallega 400 íbúi þarna uppbyggðir. Ég bara velti mér hvert fara þessi börn í skóla? Er eitthvað gert ráð fyrir því að þau fara í skóla eða? Það er langt í næstu skóla til dæmis frá reiknum sem IAVF er að byggja. Það er næsti skóli þar væri Laugarnesskóli eða Álftameraskóli. Þannig að hvernig horfið á það? Hvernig sjáu þið þetta gerast? Bara einhverjum Já, einhverjum skólar er heimkjænsla. Nei, það er ekki einhverjum skólum, en þeir þurfa að vera einhvers staðar, sko. Ég held reyndar, sko. Ég er reyndar að spyrja Þetta með Skeifuna og svona, ég vil taka þetta svolítið út fyrir sviga, sko. En af hverju viltu það? Þetta er ekki inn á okkar verksviði. Á hvaða verksviði er þetta? Þetta er sem sagt sérstakt rammaskipulag þetta og þetta er ekki hluti af hverfisskipulagi og þetta er svona, við erum fyrst og fremst að gera hverfisskipulagi í grónu hverfi, það er búið býr fólk og það býr í raun ekkert fólk, sko. En munum þessi skipulag ekkert tala saman, eða? Sem sagt, þetta rammaskipulag þarna. Já, og hverfisskipulag? Jú, það gerir það er snertist þarna, sko. Og gerir ráð fyrir einhverju samtali þar til dæmis skóla? Ég veit eitthvað, sko. En ég veit ekki alveg hvað verða planir það í Skeifunni, þannig ég vil ekki tjá mig það, sko. Ég held kannski bara að ég bara, hverfisskipulag er náttúrulega bara með breyning, er ekki að vinna ekki með þetta, en það sem ég langar að segja er að ég bara það er verið að hugsa að við ættum endilega að fá reyna að fá kynningu á og múlahverfinu og þeirri framtíðarsýn sem hefur verið að mótast það. Ég hef verið að hugsa það sem dagskrárefni inn á fljótlega og ég hef bara að fá kynningu og orkureiknum sem að fyrir uppbyggingu. Það er ímannveitum sem ég var að tala um. Ég held bara þessi punktar sem þú ert með Gísli sé bara kannski hvatning til þess að reyna að fá þá Ég hafði bara fram, af því að það er kannski ekki beint hlut af því sem Nei, því hér, ég hafði bara ekki hugmynd að fluga að halda að þetta var eitthvað aðskilt. Ég held að bara,
Byggingar í Reykjavík væri svona meira og minna undir sama afbrandi, en þetta er undir mörgum afbrandi. Nei, bara Skeifan náttúrulega ekki partur af hverfisskipulaginu og ekki hlutur af okkar borgarhluta, þótt að það sé, það vilja allir eiga. Samt borgarar, í hvað? En ég held að einstöki hér og svo vil ég helst fara að loka þessum dagskólið svo við komumst áfram og því að við ætlum að klára að við ekki var snögg. Við ætlum að vera snögg. Það var bara svo skemmtilega núna. En ég held að þetta bara viðfangsefnisríkt mjög mikið, en ég hefði kannski sagt þetta aðeins öðruvísi hefði ég vitað að þessi umræða kom upp og við viljum hérna, múlarnir eru allir fyrir utan hverfisskipulag, við skilgrunum þessi þróunarsvæði, þá eru gerðir og Skeifan líka og það eru viss svæði sem við skilgrunum sem þróunarsvæði, það er bara unnar sérstök deiliskipulag það. Þetta er eiginlega ekki vegna þess að við viljum ekki gera þetta er bara orður frá skipulagsstofnun. Þetta er svona skipulags lagaleg tækni vegna þess að hverfisskipulags reglugerðar ákvæðin sem áþekk hverfisskipulagsins heimil okkur ekki að gera þetta. En íbúar vilja gjarnan hafa skoðanir á þessu. Við vitum það. Það er eðlilegt. Já, ég skil það. Breiðagerðisskóli er svona mestur í sprungin og réttarskóli er löngu sprungin. Þannig að það heldur að mæta svo það myndast bara varðandi skipulagsmál og umferð þá ætlum ég bara að segja að það er hættuástand fyrir utan þessu skólanbóðana á allan bóðan. Þannig að þeir þurfa ekki fleiri börn eða foreldrar. Það er að spyrja á síðustu svona 10 árum á hverjum einasta íbúafundi hefur verið minnst á þessa Sundlaug samhendi sem er þarna samstarfssamtökum Kópavogs og Reykjavíkurhylli. Ég næst það bara núna daginn að Kópavog væri alveg fallið frá þessu. Og bara það er út og séð á öllum áherslunum. Í hvað ferli er þess að Sundlaug? Já, er þetta bakk? Er þetta bakk? Já. Og þetta er skilgreint þarna á svæði sem er bæði í Kópavogi og Reykjavík og ég hef ekki lesið þessa fréttir. Það væri ekki áherslu áfram ekki að Kópavogsvæði. Já. Það getur verið sko. En það hefur verið mikið áhugi fyrir því að reyna að koma þessu. Já. Það getur orðið mjög skemmtilegt sko. Eitthvað fleira? En við ekki bara, nei, ég held að þetta sé bara gætum setið og Já. Þóttími við bótt. En ég ætti að vera ágætt að þetta grungur frá þessum tillögum. Við erum búin að klára því það og við gætum ekki að koma hérna og finna þetta fyrir okkur. Ég það er að leggja til að það er bara fundum með íbúasamtökum. Opinn fundum með íbúasamtökum mikvæðingu. Já, það er bara alveg sjálfsagt að finna það. Þið finnum út í því. En út af það. Heyrðu. Takk hérna fyrir komuna. Já. Þá vindum okkur í málunum 2. Við fengum hérna erindi frá íbúa sem að býr í nýbyggingunum Svogavík. Ætlar að veita þessu myndir. Við erum ekki með myndir af þessu þannig að sem er bara bent á hérna að það sé hérna. Þú stækka þetta? Það er óskert í að setja upp svo þetta námbreytt. Ég held ekki bara fínt að sýna myndina þannig að niður. Fengum þetta bara erindi sem við ákváðum að taka hérna inn bara til þess að rétt að ræða. Við viljum bara vera að benda á að það sé engin gönguþverum yfir Sogaveginn fyrir þessa íbúa sem þarna búa. Maður bara hann lengst það er svo langt til hérna það er hesturs og þannig að þessi gönguleið sem það liggur þannig í þetta gegn og þau bara óskert til þessu þetta sé bætt við og mér fannst bara rétt einhvern veginn að taka þetta inn og það sé rétt ræða en mínum að þetta held ég viðbót sem að það er kærkomin Þetta stingur upp á gangbrug bara
í flúttirinu við við það sem við kannski, sem að skýra það líka, við erum kannski ekki beint að ákveða eitthvað svona til gert, við kannski erum bara að beina þessu til samgöngudeildarinnar að þetta sé sett í skoðun. Þetta eru líka einhver atriði varðandi bara akstur þannig í gegn sem að kannski fara að skoða samhliða, en mér finnst kannski bara mjög sjálfsagt í rauninni, en mjög persónulega, mér finnst sjálfsagt að þetta sé einhvern veginn tekið til skoðunar og þetta væri mjög ótilrétt íbúa. Mér finnst ekki rétt að það væri kæmið þá ráðinu ef við erum saman að vísa þessu áfram. Bara gert þetta og gert tillögu það? Já. Það þá einhver gangbraut þarna við Gatnamótin. Svo líka gangbraut þarna í flúti við brúna. Jú. Þessi blokkar er svona mitt á milli þannig. Já, það er dökkur flútur þarna við þarna Grundargerði. Já, einmitt. Og Kírópraktarhúsinu. Svo þarna göngustígur sem kemur í gegnum Hlíðargerði og Melgerði. Já, en hann endar bara þarna. Hann fer ekki hinum megin yfir, sko. En hann stoppar við Sogaveg, hann fer ekki yfir. Og það er kannski svona tillagan sem að kemur hann frá íbúum. Já, hann gerir hann það. Það væri eðlilegt að það væri göngutenging þar til að það er eitthvað. Ég tek undir það. Þannig að ég held að ég er bara með stutta bókun, ég veit ekki hvernig maður afgreiðir þetta heimir. Hvort að við eigum að bara vísa þessu beint eða hvort við eigum að... Ég legg til að þeim senda þetta erindi til skrifstofu samgönguskýra til upplýsinga. Já. Og sem við stuðningi, eða þið getið gert það í formi bókunar eða viljið, sko. Er það ekki sterkara? Já, það bókur myndi fylgja því að slíkri framsetningu. En við bókunum bara hérna aftur. Friðjón, Ég ætlaði bara að taka, já, við ætlaðum bara að taka undir þessa hugmynd og styðja hana og ég held að það væri sterkara að hafa bókun og láta hana fylgja með. Ekki það að Heimir sé tilbúin til þess að skrifa hana, en ég er með bara einhvern veginn að því að... Já, fyrirgefðu, ég ætla bara að klára sko, því að þetta líka kemur inn á þær umræður umferðarmál og akstur á Sogaveginum, hraðakstur á Sogaveginum. Og allt sem getur komið til þess að svona tempra hana, það held ég sé mjög jákvætt. Saman því. Það gera það í loknum. Ég er eins og að gera það bara eftir. Það er eftir að gera það einhvern fráðarna. Þannig að við erum bara saman þessu verið. Þannig að það er bara, við vísum þessu áfram og við fyrir þá rétt eftir yfir svona stutta bókun í þetta. Þá ætlum við að loka þessum lið og við fyrir bara í þriðja lið sem er það málefni hverfisins. Einhver málefni, við erum ekki fengið inn að ég er ekki fengið inn að tölvupóstæðum, þetta er kannski við erum með eitthvað sérstaklega mál. Ég er ekki mætt með þess að ræða kommenta. Það er ekki komment. Þetta er til kommentu gegnum póstalráðsins? Já, svona þá held ég að við vinnum bara ekki taka úti, það er bara mókuð þessu og þakkum bara þeim sem áheyrðu og gangum til seinasta liðarins, seinstu tveggja liðana til bestu